Heyrum næst páskaguðspjallið eins og það stendur ritað hjá Jóhannesi. Fyrsta dag vikunnar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá: Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinninn og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman, en hinn lærisveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem hafði verið höfuð hans. Sveitadúkurinn lá ekki með línblæjunum heldur sér saman vafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinninn sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesús hafði legið. Annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesús standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segir við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann væri grasgarðsvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesús segir við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku Rabbúni, en Rabbúni þýðir meistari. Jesús segir við hana: Snertu mig ekki. Ég ekki enn stiginn upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og segðu þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð drottinn. Og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldið þennan fyrsta dag vikunnar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sent mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, fyrirgefur Guð þær. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, synjar Guð þeim. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: Við höfum séð drottinn. En hann svaraði: Sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn á naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas:
Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann, þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Lærisveinarnir voru komnir í sjálfskipað samkomubann. Þau héldu til bak við luktar dyr, óttinn hélt þeim föstum. Allir nema Tómas. Hann var minna líklegur til að vera að ímynda sér eitthvað. Hann hefur örugglega ekki séð hættu í hverju horni. Það er frábært að hafa gott ímyndunarafl, en Tómas hafði aðra styrkleika. Hann var meira í að spyrja spurninga. Þegar Jesús hafði flutt lærisveinum sínum góða hvatningu, ákvað hann að undirstrika skilaboð sín með því að segja, veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Allir opinmyntir og bundnir augnablikinu nema Tómas. Mér sýnist hann vera rétt upp hönd. Já, Tómas, ertu með spurningu? Tómas, já, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús svaraði honum, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Tómas réttir aftur upp hönd, en þá grípur Filippus fram í með annarri spurningu og þá er þetta búið í bili. Auðvitað var Tómas ekki jafn óttasleginn og hinir og hefur skellt sér í göngutúr. Átti ekki eftir að ganga frá í loftstofunni. Þannig að þegar Jesús birtist lærisveinum sínum, þá er Tómas víðs fjarri. Lærisveinarnir voru opinmyntir og undrandi
þegar Tómas kom tilbaka úr göngutúrnum. Við höfum séð Drottinn. Við höfum séð Drottinn. Tómas, nei, hann var ekkert að kaupa þetta. Hann sagði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Jesús birtist þeim aftur og þá var Tómas á staðnum. Jesús segir, friður sé með yður. Síðan snýr hann sér að Tómasi, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína. Og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og þá gerðist það. Tómas svaraði, Drottinn minn og Guð minn. Það eingöngu trúin sem segir Drottinn minn og Guð minn. Tómas hafði lokið lengsta ferðalaginu. Hann hafði ferðast frá huga og niður í hjarta. Ef Jesús hefði aftur núna sagt, veginn þangað sem ég fer þekki þér, þá hafði Tómas ekki rétt upp hönd. Hann hefði frekar lagt hönd á hjarta og sagt hljóðlega, Drottinn minn og Guð minn. Nóg var Tómas búinn að sjá og upplifa, en það var allt í vantrú. Það var komið að loka skákinni. Guð teflir ekki til úrslita á skákborði heilans, heldur hjartans. Út á þetta ganga páskarnir. Skömmu síðar ákváðu lærisveinarnir að binda enda á sitt sjálfskeipaða samkomubann. Þeir höfðu verið andspænis óttanum og kvíðanum, en nú skilið út á hvað páskarnir gengu. Jesús hafði birst þeim á ný og aftur talið kjark í þá. Það þess vegna sem við vöknum til upprisunar á páskadegi, dagur vonar, dagur trúar. Dagurinn þegar trúin sigraði vantrúna, Drottinn minn og Guð minn. Út af gröfi svo
Kæri samferða maður, gleðilega hátíð, segir maður á páskadegi, ávarpar söfnuðinn sem ekki situr hér í sætunum í dag. Gleðilega hátíð. Og við erum að lifa þrengingar. Við erum þjóð í þrengingum, við erum heimur í þrengingum. Og við hittumst á hátíð vonarinnar. Sigur lífsins yfir dauðanum. Og sömu stundu segir líka, ég votta þér samúð mína. Vegna þess að í okkar þrengingum, sem jafnframt er skóli, er líka fólk sem lifir áfull onni í þrengingar. Ég vil áfull onni áfull inn í þrengingum. Og mér langar til þess að fá að ávarpa þau á þessari stundu. Vegna þess að nú þegar fólk lifir sorg og áföll, þá er þrengt að í úrvinnslunni. Möguleikar úrvinnslunar þeir eru þrengri en nokkru sinni fyrr. Í síðustu viku hitti ég konu sem var að undirbúa kveðju eiginmannsins og ég segi við hana að það er erfitt að undirbúa útför og þurfa að velja hver megi að vera viðstödd. Og þá sagði hún já, en hann vildi hafa litla útför, svo þetta er ekki gegn hans vilja. Það sem er erfitt, sagði hún, það er það að það kemur enginn til mín til þess að faðma mig, til þess að snerta mig og sitja með mér og drekka kaffið og koma með blómin eða kveðjurnar. Það er erfitt. Og svo þegar ég las Guðspjall dagsins og var að undirbúa mig fyrir þessa stund og þar kemur hún María Magdalena og hún er undir svo miklu álagi að þegar hún hittir Jesú þá þekkir hún hann ekki. Og þannig er það að við upplifum það undir álagi að þá kannski hvorki sjáum við að skiljum. Það tekur okkur tíma. Og svo þegar hún sér hann þá er þetta fyrstu viðbrögð, hún ætlar að snerta hann, auðvita, faðma hann. Og þá segir Jesús við hann að snertu mig ekki. Og það er einhvern veginn kom þetta til mín með allt öðrum hætti. Að við megum ekki snerta hvert annað. Og hvað það var, ekki var það veira. Var Jesús að fara í gegnum dánarheiminn? Hvað var það? Ég veit það ekki. En ég veit bara það að við þráum snertingu. Og svo er það líka þannig að við þekkjum munin á vondri snertingu og góðri snertingu. Það er ekkert öll snerting góð. Og mér langar líka að segja, af því að við erum að fara inn í vorið og í dag er dagur upprisunar og við munum sjá margar upprisur á þessu vori. Við munum sjá margar sem færa okkur von, trú og kærleika. Og við fáum bæði erfiðar fréttir og líka góðar fréttir í þessum þrengingum. Og eina frétt fengum við daginn að umferðar glæpum eða áföllum í umferðinni fækkaði og innbrotum fækkaði og bara glæpum fækkaði. En við fengum líka þær fréttir að heimilisofbeldi vex. Og af því við erum að tala um snertingu, bæði vonda og góða. Og við erum að finna leiðir til þess að fækka smitleiðum. Og mér langar að segja, ef við ættum þá upprisu íslenskt samfélag að við gætum fundið leiðir til þess að heimsfaraldurinn, heimilisofbeldi, ef við fyndum leiðir til þess að sá hræðileg veruleiki væri ekki í okkar samfélagi, þá væri það mesta upprisa sem við myndum upplifa á þessu vori. Og mér langar til þess að hafa það mína bæn á páskadegi að allar hendur sem að hefjast á loft
allar hendur sem hefjast á loft á þessu vori, þær hefjast á loft til þess að benda til Guðs, til þess að þakka og lofa. Þakka og lofa Guð vegna þess að við höfum tekist ekki á við heimsfaraldurinn veiruna, heldur en líka heimsfaraldurinn heimilisofbeldi. Og það verði sameiginlegt verkefni okkar allra og ég bið Drottinn að varðveita þau öll sem lifa við ofbeldi inn á heimilum sínum og ég bið Drottinn líka að umvefja þau sem beita ofbeldi, að þau geti tekist á við þá reiði og þá gremju og þann sársauka sem er með þeim, að þau megi leggja það frá sér til þess að lyfta upp hendinni, lyfta upp höndum til þess að þakka og lofa Guð. Í Jesú nafni, amen. Hin mikla blessun páskana veitist þér eins og ljós inn í dimmt hjarta, eins og ársól yfir myrka jörð, eins og sigur lífsins yfir dauðanum. Kristur er sannarlega upprisinn frá dauðum, kraftur hans blessi þig. Hið góða er sterkara en hið illa, kærleikurinn er máttugur en hatrið, ljósið er öflugra en myrkrið, lífið er sterkara en dauðinn. Sigurinn er okkar fyrir hann sem elskaði okkur. Amen.